Góðan daginn, Jóna Ellen Valdimarsdóttir heiti ég og hjúkrunarfræðingur hjá Heilsuvernd. Ég reyndar mikil íþróttaálfur líka, kenni í heilsurækt og hef gert til margra ára. Rosalega gaman að vera komin hérna í dag. Mér langaði helst að taka 50 arbeið þegar ég kom, það var svo mikil orka í loftinu. Við erum að fara að tala hérna, hvaða heilsuþætti við erum að mæla og það svolítið misjafnt hvað við erum að stefna að. Það fer eftir á hvað stað erum við og í rauninni hvað viljum við vera að horfa á til heilsunar almennt. Það sem að mér finnst vera svona undirstaða alls hjá okkur, það sem við ættum að vera að hugsa þegar við hugsa heilsuna, það bæði þetta andlega og líkamlega. Og við vitum það öll að ef andlega hliðin ekki í lagi, að þá gerist eitthvað í líkamannum sem að stundum verður okkur of erfitt í vinnu og í lífinu almennt. Og það sem að flestir eru meðvitaðir þó þið kannski geri ekkert í því, það að við þurfum að hreyfa okkur og við þurfum að hugsa næringu. En það sem verður oft að hakanum í amstri dagsins, það svefnin. Af því að öll ætlum að ná allri hreyfingunni og næringunni og vinnunni, hugsa börnin okkar og allt það sem við þurfum að gera. Eða ekki? Ég held það. Þannig að það sem hefur komið fram varðandi, það betri svefn sem hefur verið að rannsaka hvað að gerast hjá okkur varðandi svefnin. Það í rauninni að við þurfum, okkar svefnþörf í kringum 7 til 8 tímar á dag fyrir fullorðna og 1950 þá vorum við að sofa í kringum 8 tíma. En 60 árum síðar erum við að sofa 6,5 tíma að meðaltali. Fjórðungur Íslendinga að sofa undir 6 tímum. Þannig að þetta hefur allt svolítið áhrif á okkur ef við erum alltaf að taka af orkunni okkar. Eða ekki? Já, og það sem að við ættum að vera að mæla, svo við komum nú að því, að það eru þættir sem við erum að hugsa þegar við erum farin að hreyfa okkur og viljum bæta okkur á einhvern hátt, eða ekki? Síðan það aðrir heilsufarsþættir sem við ættum kannski að vera að skoða líka almennt varðandi heilsuna til þess að við dugum sem lengst, eða ekki? Bæði út daginn og út lífið. Og þessir þættir sem mér finnst vera svona mikilvægastir í því þegar við erum að hreyfa okkur, það að finna púlsinn okkar. Hvað erum við að skoða varðandi púlsinn? Það rosalega margir sem að einblína svolítið mikið á hámarspúls, þjálfunarpúls og eitthvað slíkt, en það sem mér finnst mikilvægast erum við komið með gott þol? Hvernig þolið okkar? Púlsinn okkar hraður til að byrja með? Af því að við höfum ekki nægilega gott þol. Hvernig getum við unnið að því? Það þýðir ekki eins og hún sagði hérna áðan að fara að hlaupa 1 hring hérna einn daginn og risastóran af því að við ætlum að reyna að bæta púlsinn. Við þurfum að gera það reglulega og markvisst í langan tíma til þess að fá púlsinn niður, hvíldarpúlsinn okkar, og hvíldarpúlsinn á að vera í kringum 60 til 80 slög. Nú það pínulítið misjafnt, konur eru yfirleitt með aðeins hraðari púls heldur en karlmenn. Maraþonhlauparar, þeir eru með ansi góðan púls og stundum aðeins og góðan, þeir fara undir 50 slög á mínútu. Geta farið, oftast í kringum 50 til 55 slög. En skal ég ykkur segja, varðandi púlsinn, þá mjög gott að mæla púlsinn áður við förum að hreyfa okkur, finna hvaðan hvíldarpúlsinn, vera búin að sitja í cirka 10 mínútur og taka hann svo aftur stuttu eftir hreyfingu, svona 5 til 10 mínútum eftir og sjá hversu hraður hann að falla. Ef hann ennþá lengi vel hátt uppi eftir hreyfingu, þá þýðir það að þolið ekki nægilega gott og formið ekki nógu gott. Skiptir engu máli
hversu þung eða við erum í sjálfu sér, þó við séum í ofþyngd. Við getum alveg verið með gott þol þrátt fyrir að vera með nokkur aukakíló á okkur. Síðan það fitumæling og það eru til ansi margar aðferðir til að mæla hana og ég fer svolítið betur í það á eftir og ekkert af þessu í rauninni 100%. Það gott að vita því en þetta gott viðmið til að sjá hvar við stöndum í samanburði við eins og mittis og mjaðmahlutfall og þyngdina. Og þá erum við að tala BMI-stuðlinn eða líkamsþyngdarstuðul þar sem við erum að reikna út hæð versus þyngd í sjálfu sér. Sá stuðull hefur í rauninni, hann ekkert sérstaklega hagstæður karlmönnum, þannig lagað. Kjörþyngdabili, þeir fara nú yfirlt yfir það, en það nú þess vegna, ástæðan fyrir því að þeir eru mun hærri en við konurnar og þyngri og þess vegna sjálfsögðu fallaði kannski ekki alltaf undir kjörþyngdabili. En það ágætis viðmið til að sjá hvert erum við að stefna frá ári til árs. Síðan erum við með það sem að þessi stuðull segir okkur ansi vel hverjir eru komnir á hættu ástand eða yfir 35 stig í þessum BMI-stuðli. Og það eru þeir sem þyrftu að verulega skoða sinn gang, hvað þeir ætla að gera, hvernig viljum við hafa lífið okkar í framhaldið. Þurfum við að fá hjarta- og æðalyfin sem við sjáum hann áðan eða þurfum við líka að gera eitthvað sjálf í okkar málum. Það eru ansi margir sem fá áskrifuð lyf sem að í rauninni gætu gert betur og hugsað heilsuna þann veg að ég þarf að hreyfa mig, ég þarf að næra mig rétt, ég þarf að næra mig reglulega, oft yfir daginn, þannig að minn blóðsykur sé ekki að falla og ég hafi nægilega orku og svo framvegis. Þarna kemur þessi ágæta viðmið varðandi fituprósentuna og þetta í rauninni viðmið sem við höfum varðandi okkar tæki sem við notum við heilsufarsmælingar í fyrirtækjum. Nú ástæðan fyrir að við veljum þessa mælingu fram yfir aðra, þetta rafleiðni milli handa, að það í rauninni að við erum að fara inn á staði þar sem við getum ekki alltaf verið í algjörlega aflokuðu rými og þarna þetta svona bara ákveðin skönnun. Hvert erum við að stefna? Það aðalmálið. Þessi mælir innri og ytri fitu og þá erum við nú að sjá hvernig við erum pínlítið innan líka þó við vitum ekki alveg hlutföllin þar á milli. En þess vegna eru viðmiðin aðeins hærri heldur en ef við varum til dæmis að fara í klípumælingu. Nú aðalmáli að sjá þróun frá upphafi og að næstu mælingu. Þannig að ef að fólk í mælingu annars staðar líka og þá sjálfsögðu horfir það í það, hvernig það þar. En ef það í sjálfu sér að mælast innan marka í klípumælingu þá ætti það líka að vera að mælast innan marka varðandi rafleiðnimælingu. Og þarna sjáum við líka að við konurnar við erum ansi heppna, við megum að vera með aðeins meiri fitu en kallarnir. Þið sjáum aðeins dekkri gula eftir ljósgula að það eðlilegt fituhlutfall af heildar líkamsþyngdinni og svo framvegis svo kemur það of hátt, hátt á eftir og of hátt þar á eftir í rauða. Nú. Það sem hefur áhrif á fituprósentu það að sjálfsögðu hreyfing að hluta til en eiginlega aðallega mataræði. Nú, við erum að vinna rosalega langan vinnudag og það alveg einkennandi og það sem að sé til dæmis í þessum skoðunum sem við erum að gera út allan bæ og meira svo út á landi líka, að það að fólk rosalega mikið að gleyma því að borða á morgnana. Við erum að fara út í daginn bensínlaus. Þannig að þarna skiptir rosalega máli að koma einhverju niður í kerfið til þess að grunnbrennslan nái að fara af stað, skiljiði mig. Þannig og eftir því sem við borðum oftar þá höldum við þessari grunnbrennslu í gangi yfir daginn. Ef það líður langt á milli og þá hægist á henni þegar við erum búin að nýta það sem við erum búin að borða.
Þannig að auðvitað skiptir innihaldið líka máli, hvað erum við að setja ofan í okkur, erum við að fá okkur einhverja skyndiorku, eitthvað mjög sykurríkt sem að hleypir blóðsykrinum upp og svo hrapar hann rosalega hratt niður aftur. Eða erum við að fá okkur kolvetni sem duga okkur lengi og halda blóðsykrinum í skefjum. Þannig að hann fer jú að sjálfsögða hans upp, en þetta lengur út úr kerfinu og hann fer hægar niður. Þannig að næst þegar við borðum þá þurfum við ekki að borða eins mikið í sjálfu sig þegar við höldum reglunni vel innan marka, þannig að orkan góð allan daginn. Síðan það varðandi þessar mælingar og það náttúrulega rosalega einstaklingsbundi hvert við erum að stefna. Ég með einhverja áhættu þætti sem ég þarf að virkilega fara að sporna við? Þarf ég að fara að hreyfa mig? Hvernig ger ég það? Þarf ég ekki aðeins að byrja að hugsa þolið? Og það yfirleitt þannig, fólk sem hefur ekki hreyft sig lengi og í mikilli yfirþyngd, að það þarf að byrja að hugsa þolið. Byrja að fara 20 mínútur til dæmis á dag, 2 í viku og auka eftir svona 3-4 vikur við tímann sinn og síðan koll á kolli að auka við fjölda skipta í viku. Það sem ráðlagt frá Hjartavernd í hreyfingu bara til þess að viðhalda góðu heilbrigði hálftíma á dag alla 7 daga vikunar. Og í sjálfu sér getum við náttúrulega sett þetta upp öðruvísi. Hreyft okkur 3 í viku, ríflega klukkutíma og þá erum við komið með sama tíma í sjálfu sér. En þegar við erum algjörlega á byrjunarreit að þá þurfum við aðeins að stíga hænuskrefin áfram og síðan að auka við þau smátt og smátt. Þetta á alveg eins við mataræði. Það sem við þurfum að hugsa þar að ef við borðum bara 2 á dag þá getum við ekki allt í einu bara sett inn 6 máltíðir, 5 máltíðir, skiljiði. Maður verður aðeins að aðlaga líkamann til þess að breytingin verði að veruleika út lífið, ekki bara næstu 3 vikurnar eða kjólinn fyrir jólin. Það eiginlega bara, eða jakkafötin fyrir jólin. Heyrði, og það sem sagt sumir eru að hugsa það þarf ég að léttast, það eitthvað sem að, það sem sagt hár blóðþrýstingur jafnvel, hátt kólesteról, viðkomandi komið með sykursýki, það eitthvað sem að segja mér, nú þarf ég að fara að gera eitthvað. Nú, það líka, sem sagt, við þurfum að hugsa ákveðna þætti, þó við séum ekki komið með einhverja áhættu þætti, þá getur vel verið að sé í ættinni minni, í föður eða móður eða systkini, að þau séu með háan blóðþrýsting eða eitthvað slíkt, og þá þarf ég að huga því, hvenær þetta dett inn hjá mér? Af því það skiptir í sjálfu sér engu máli þegar erfðaþátturinn til staðar, þó ég sé duglega að hreyfa mig, að þá getur þetta alltaf gerst einhvern tíman á ævinni. En það hjálpar samt að hreyfa sig og hugsa næringu og svefn. Ætla ég að bæta þolið mitt eða andlega líðan? Þarf ég meiri afköst yfir daginn? Og það alveg segin saga að fólk sem stundar hreyfingu, það finnur að það hefur meiri orku yfir daginn. Það finnur að það hefur meiri orku fyrir það sem það þarf að gera heima fyrir börnin sín, fyrir heimilið og svo framvegis. Þannig og þegar það komið, hreyfingin orðin hluti af lífsstílnum, að þá finnur fólk líka fyrir því að andleg líðan, hún verður betri. Svo til þessir aðilar sem eru í rauninni að setja sér markmið til þess að í sjálfsög þau þurfa ekkert endilega að létta sig þessi 2-3 kíló sem eru alltaf bak við eyrað eða sem sagt, þeir eru innan marka varðandi BMI-stuðul, þeir eru í réttri þyngd en samt þetta alltaf bak við eyrað, ég þarf að vera 3 kílóum léttari. Og það svona spurning hvort að þessi staðalímynd sem nú rosalega mikið í auglýsingum og fjölmiðlum
og slíkt að það hefur svolítið að segja varðandi þessa aðila. Það í rauninni ekki endilega, þessir aðila gætu verið að hreyfa sig reglulega og yfirleitt eru það, en það ekki nóg að þeirra mati. Síðan það, hvað þurfum við að mæla til þess að viðhalda heilsunni almennt? Og það náttúrulega ákveðnir hluti sem rosalega gott að vita, sérstaklega ef að verður heilsubrestur í framtíðinni, þá rosalega gott að vita hvernig minn blóðþrýstingur. Hann alltaf aðeins við mörkin, sem sagt hærri mörk, ég fer aðeins í þau hérna eftir, og þegar eitthvað gerist, ég farin að fá svima, suð fyrir eyrun, ég að vakna með höfuðverk eitthvað slíkt, þá eitthvað að gerast. Þarna viss einkenni sem að vísa á blóðþrýsting og það rosalega gott að vita. Ég var 135/80 í blóðþrýsting, en ég komin upp í 150/90. Í því tilfelli þá við samt sem áður komin á þá svæði, þessi aðili myndi ekki vera settur á lyf. Það myndi vera sagt við hann, heyrðu, þú þarft að vera hreyfa þig ef hann gerir það ekki. Þú þarft að fara að passa upp á hvað þú borðar, saltaðan mat, koffein, hætt að reykja, eitthvað slíkt. Þannig að það vissir svona lífstílstengdi þætti sem að þyrfti að athuga í rauninni, en svo kemur að því að þú þarft líka að hreyfa þig. Púlsinn eitthvað sem við ættum að vita, við með reglulegan púls, hann óreglulegur, sumir vita ekki af því að þeir með óreglulegan púls. Oftast nær það ekki neitt tiltökum mál, en það gott að vita að þessi stærð þekkt í framhaldi. Nú ef það allt í lagi með mig, þá þarf ég ekkert að hafa áhyggjur, og ég veit að ef ég lenda á spítala aftur, að þá þarf ekkert að kanna það neitt frekar. Ég með óreglulegan hjartslátt, skiljiði mig. En svo eru aðrir sem með óreglulegan hjartslátt og þeir þurfa jafnvel lyf eða einhverja meðferð við því. Kólesteról, og það náttúrulega einn af þeim áhættuþáttum sem ennþá inni í myndinni varðandi hjarta- og æðasjúkdóma, og við þurfum að sjálfsögðu að vita það, og sérstaklega með hækkandi aldri hvar við stöndum þar. Nú við sem komum hérna inn í fyrirtækin, við með svona ákveðna skönnun þar sem við tökum heildar kólesteról, þar sem við sjáum í rauninni bæði þetta góð og slæma í einni tölu, þannig að það gefur okkur ákveðna vísbendingar. Ef þessi tali farin að hækka á milli ára, þá þurfum við að fara að kíkja aðeins á það. Ég að borða mikið fituríkan mat? Ég ekki að hreyfa mig? Og þessir þættir hafa allir áhrif á það. Nú hreyfing hefur áhrif á góða kólesterólið. Hún hækkar góða kólesterólið, og góða kólesterólið eins og ryksu inn í æðunum að ýta þessu vondi í burtu. Og það eitthvað sem rosalega gott að vita, sérstaklega þeir sem hafa einhverja ættasögu, þeir að sinni heilsu, þó þeir þurfa að taka lyf, að hreyfa sig líka. Blóðsykurinn sjálfsögur mjög gott að vita af honum, og sérstaklega með ef að þyngdin orðin of mikil, að þá getur náttúrulega alltaf verið hætta á áunnri sykursýki, og það sem skiptir máli varðandi öll þessi atriði að streita og álag getur haft áhrif á þetta, og í þessu samfélagi sem við búum í dag, það sem mikið áreiti, mikið álag dagsdaglega, við að elta skottið á okkur allan daginn, að það hefur gríðarlega áhrif á líkamlega heilsu. Þannig og það nú mikið verið það nú verið að rannsaka þetta sem stendur, veit ég, hjá háskólanum, hvernig streita og álag hefur áhrif á heilsufarið okkar, þróun sjúkdóma og slíkt, og síðan það sem við þurfum að hafa í huga líka varðandi þessi atriði, hvernig mataræðið við að neyta of mikið salts, drekka of mikið kaffi, það út í að við sofum of lítið,
það ýmislegt. Síðan varðandi blóðþrýstingin. Þarna þessi viðmiðunarmörk sem við höfum. Nú konur oft lægri en karlarnir en eins og ég sagði áðan, það bara mjög gott að vita hvar við stöndum, þannig að við getum breytt til batnaðar með tímanum. Nú þetta svona ákveðin atriði sem til ráða ef að háþrýstingur til staðar. Nú það sem hefur áhrif náttúrulega þyngd mataræðir, erfðir, reykingar, streitu og álag og þetta salt og koffein. Og síðan varðandi svona almenna líðan, þá skiptir andleg líðan gríðarlegu máli. Þannig að það líka svona hluti af því hvað við þurfum að vera að spyrja sjálfu okkur. Við, allir þessi mæli þættir, þeir mæla náttúrulega líkamlega heilsu í rauninni, en hafa að lokum áhrif á andlega heilsu. En varðandi jákvæða svona sálfræði, þá mjög gott að hugsa til þess hvernig ættum við að vera að hugsa. Eigum við að vera hér og nú, erum við ekki alltaf svolítið fram úr okkur, erum við ekki að hugsa hvernig við ætlum að vera. Og þetta að mynda tengsl, hreyfa sig, gefa af sér og halda áfram að læra á öppin. Það eitthvað sem að gefur ákveðna vellíðan. En eitt með öppin, það eitt sem við ættum að hugsa, hvert það að leiða okkur, það að hjálpa okkur, eða getur það orðið að ákveðin streituvaldi. Og þá ég að tala fólk sem að nota þetta í gríð og erg og að hreyfa sig mikið, en að eltast við, hvað ég að ná í brennslu og svo framvegis. Síðasta spegillinn. Það ákveðin mæli þáttur sem hægt að nota nú ef við höfum raunhæfa sýn á hvernig við erum. Flestir vita hvernig þeir eru, þurfa stundum að sjá það á blaði til þess að gera eitthvað í því, en annars þessir heilsutengdu mæli þættir eins og ég sagði áðan. Og þakka ég bara fyrir mig.